Kæru hlustendur, klukkan orðin 4. Það föstudagur og hvað þýðir það? Jú, FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan 20. dag apríl mánar. Gleðilegt sumar, kæru hlustendur. Sumardagurinn fyrst í gær, flestir sem að fengu auka frídag í gær og maður fagnar alltaf svona auka frídegi í miðri viku. Ég í sætinu hjá Auðunni Blöndal í dag, hann á leiðin á Sauðárkrók og hann þurfti að fá frí í dag. Hans menn í Tindastól að fara að keppa við KR í kvöld, fyrsti leikurinn Íslandsmeistaratitilinn og ég held að þetta sé búið að vera draumurinn hjá Auða, bara frá blötu barnsbein að Tindastóll lyfti Íslandsmeistaratitil. Er það ekki nokkuð rétt hjá mér, Egill? Ég myndi segja, jú, hann hefur röflað mikið það. Já, og Fár veikur stundismæður líka. Já, sérstaklega í dag okkur neinn. Mér fannst það ekki að vera svona harður fyrir einhverjum árum síðan. Hann sér mögulega byggarinn fara á loft. Hann og húgimennur að fara þarna. Og einhverjum höldu við félagarnir. KR ruslinu Tindastóll. Verðum við ekki að halda með vin og viljum við ekki að vinur okkar taki titil svona blöðvegna? KR er búið að leika sér að vera Íslandsmeistar undanfarin ár. Ég vil treka bara Tindastóll vinnundu því að það er gott fólk á króknum, engar með skýt sem á blöðinu en titil. Ég haldi nokkuð böll á króknum og mjög skemmtilegt fólk þar. En drullu sem er blöð. Blöð vinna ykkur titil og það gleðja mig En hóki með vinna titil. Ég sitt í sætinu hjá Blöð. Egill Einarsson, hvernig ert þú í dag? Ég hef aldrei betri. Ég er eins og nýr. Er komið sumar í þig? Já, það er tókst kannski eftir því að ég gær var sumardagurinn fyrstir, Richard. Já. Það er sumar. Já. Og nú er komið sumar. Það er búið að sumar í mig lengi. Því 3 föstudagur verið komið sumar í mig. Það með að þú ert svona, eins og myndir kalla það sjálf, þú ert svona vorni. Nei, það er á vorin, shithead. Já, er ekki samt alveg pínu vor. Ég er ekki lengur vorni. Ekki kalla mig samt shithead. Talaðu bara við mig eins og fullorðinn maður. Ég er bara að segja við þig að vorið dautt þegar það komið sumar. Þá get ég ekki verið vorni í það. Það er ekki hægt að vera vorni lengur, það er komið sumar. Og þið heyrið þessum á sínum stað sömuleiðis situr Steinþór Róar. Hvernig ert þú, Steinþór, í dag? Ég er fyllandi góður og fráandi fínn. Það er bara svo leys. Er komið sumar í þig? Já, sko, ég málega það. Ég hef alltaf sagt það. Ég funkar þetta veri og ég hef aldrei verið betri. Það var sumardagur fyrsti var í gær, það var gott veður, það var ekki skítaveður eins og alltaf. Þannig ég fór út, lék mér. Þetta er bara Fýruðu menn í grillin í gær eða? Nei, það er ekki alveg það gott veður. En þetta fer að dettin og menn eru bara í miklum gýr, almennt. Og talandi það, við ætlum að vera í miklum gýr í þættinum í dag. Við ætlum að henda okkur í slúður eins og öllu jafna er hér eftir smástund. Strákar, ég ætla að henda ykkur í sturlaðar hrossaskítur. Já, það er svoleiðis. Já, mjög skemmtilegt. Ég held að vera mjög augljóst já þér hvað verður. Já, held ég líka. Það verður mjög auðvelt. Ok, hlakka mikið til. Ég ætla að sjá hvort myndur frekar í dag, en það er ekki hvort myndur frekar hardcore. Það er bara svona venjulegt hvort myndur frekar. Ég er með myndur fyrir Cass í dag. Steinþór ætlar að hlaði myndur fyrir Cass og svo sé ég hérna liðið sem að hetja með það í síðustu viku, þannig að ég fekk að heiðurinn að vera það aftur. Já, tveir liðið sem ég hræðist alltaf með Agli, það er annars vegar spurningakeppnin. Hvert er þema í dag, Egill? Ég er alltaf með þetta hver einast ári. Hlustendur vita þetta. Alltaf fyrsti þáttur eftir sumardaginn fyrsta King of Summer. Það sést King of Summer 2018. Já, þannig ég ætla að velta fyrir mig hver verður kóngurinn og eitthvað tveim í sumar. Já. Ég er mjög spennt. Ég held að vera tæft. Já, þetta getur verið mjög tæft. Ég hef reyndar aldrei tekið þátt í spurningakeppni þar sem er King of Summer, en ég hlýt að vinna það því að ég funkar að langbest á sömurinn. Já, það er ekkert annað. Ég sko, er þetta keppni sem þú vilt vinna í? Er þetta ekki bara sama? Já, þú vilt vinna þetta. Vilt maður vinna þetta? Ég veit ekki. Lofaði því. Eigið alltaf líka að stýra spurt og svarað. Það komu nokkuð spurningar inn og frábært. Ég tek þetta svona á 5-6 vikna fresti og það var að koma spurningar inn og ég verður að svara hlustundum. Þetta er oft í vesinni. Og Rikki, við erum á leiðin í viðreynslu keppni hérna á eftir. Það verður svakalegt. Það er nákvæmlega þannig. Ég er að vera skóleiku félagar. Já, málega þetta ég kvíði þessu gríðarlega. Ég er með í maganum. Nei, það verður skemmtilegt. Ég er með í maganum. Þið fá geggjaðan texta sem bara svona við út ágættur í kjaftinum myndir 100% redda þetta deiti. Það er bara svona. Ég er að velta fyrir mig að þið geti klúrað þessu með þennan texta. Sko mála þú ert að tala við 2 menn sem ekki vanir því að vera reynda stelpur og eitthvað að vera góður í kjaftinum. Það er skemmtilega við þetta að þið eru útlendingar, þið eru tourists. Þið eru að tala ensku? Á Íslandi, já. Þið eru báða frekar slakir í ensku. Þannig að við erum að hringja, þetta er blanda af Starbucks, Stoney og Kaffetáls Tristan. Þetta er Íslensk kaffihús, þið eru ferðamenn.
Ok. Já, frábært. Og þið eru ekki vorni, en það er létt yfir. Það er létt yfir. Ég ætla bara að segja reynd út, ég ætla að fá date í dag. Það er bara þannig. Já, hlakka mikið til. Þátturinn alltaf komin á stað. Við verum hér í dundrandi gír til klukkan 6. Eftir smástund þá það slúðrið eins og alltaf. 5-7, það er föstudagur og það er komið sumar. Þetta var álur upp. Það var geggjuð innkom. Þetta var svaðaleg innkom. Reynda að toppa þetta, Richard. Það held ég, allir að hundlegar. Tala ég svona? Já, tala nákvæmlega. Tala stundu sann. Það held ég ekki að hluti. Og ég var álur pepp í vöðungum. Það var orka í öðungum. Frábært, við ætlum að fara í slúðrið og þú ert með slúðrið? Já. Nú kemur slúður með 3 einstaklingar sem enginn veit hver er. Ok, byrjum á þessari. Khloe Kardashian. Ok, reyndar. You redeemed yourself hana. Er komið hérna, er eitthvað nýtt með barnið? Hvað er Herðu, dóttir Khloe Kardashian og Tristan Thompson. Hún heitir True Thompson. Hvað er Tristan? Kaffetós Tristan? Hvað heitir hann Tristan? Hann heitir Tristan Thompson. Tristan? Kaffetós Tristan? Við erum að færa það eftir. Hann er allavega ekkert líkur þeim Tristan, sem orðaði það þannig. Hann er ekki að ringja á Starbucks með Billy Boy og... Er hann ekki tall and black? Jú. Það er nákvæmlega svo Kaffetós Tristan. Tristan er ekkert líkur hún. Tristan er tall and black, sko. Já, herru, við klúum bara að halda áfram með slúðumannan. Hún kom í heiminn fyrir viku og barnið viku gamalt komið Instagram-reikning. Já, Rikki, ekki vera neyksl á því shithead. Sko, lífið virkar kallaði mig þetta 13-14 sinni viðbót, ég fer. Sko, málið er að hvað heitir Instagram-reikningunni á þessum krakka? Sko, ég ætla að adda þessum krakka. Sko, Instagram-reikningunni heitir bara instagram.com/true. Er búið að skýra krakkana? Já, hún heitir True. True? Já. True? As in true and false, true. Já. True Kardashian? Já. Engar myndir hafa verið birtar á barninu á Instagram. Ég þroska þess að ég fikk Instagram-akkánt í einsögum. Við sko bara komið marga followers og byrja svona ungur. Já, en það er ekki búið að byrta eina mynd. En True Kardashian er komið 3717 followers. Já, ég er að fara að adda mér bara strax 3718 núna. Og það er nokkuð búið að setja mynd? Já, það er búið að setja eina mynd. Það er búið að setja eina mynd. Það er búið að setja Welcome Baby True og það er bara fullt af blöðurum og drasli. Is it true? Það með hún er komið með Sko, málega það geggja nafn, True. True er rosalega nafn. True Kardashian Thompson var að fá followers frá okkur Það er að leika sem með þetta. Já. True. Það með að, já, hún er með fleiri fylgjendur en ég og það er valla komið mynd. Nei, og hún er að elda Hún er að pakka það saman. Já, nákvæmlega. Það er bara nákvæmlega. Hún er að elda hérna Tristan Thompson og er að elda Khloe Kardashian. Já. Er hún sjálf, er barnið sjálft að sjá hennar reikninga? Egil. Málið það, þetta gæti samt verið, sko, þetta gæti verið fake account. Af því að, málið það, þetta barn er að elda, þetta barn er ekki komið verified merki. Er að elda alvöru. Hún er að fá það í kvelli. Já, fæ það í kvelli. Hún er að elda alvöru mömmu svona pappa, en síðan hún er að elda fake Kim Kardashian account, sem er mjög sérstætt. Hún er elda, þá er krakkið mann til að sjá þetta. Þá er krakkið mann til að sjá þetta. Herru, förum í næsta móla. Khloe hafi valið fake Instagram-akkántu sýstu sinni. Þetta hljómar. Ég svo vitlaus í. Sé strax eftir ég að koma þennan móla. Málið það að þetta er góða móli. True Thompson Kardashians hún var að fá 3 followers, 9. Ok, frábært. Herðu, saksóknari í Minnesota ætlar ekki að leggja fram ákæru vegna dauða prins. Hann alltaf lést vegna ofstór skammtur af verkjalyfjum. Já. Við vorum bara að ræða það, við erum ekki með svona eitthvað slúður einhverja deyja. Æ, þetta er prins. Fössari og fólk er að vökva sig og það er erfitt að fá svona, hlustendur vil ekki fá þetta í fólk er að vökva sig núna. Það er sem fólk er að gera. Það er allir að vökva sig. Jó, það er fössari og klukkan er 16:13. Fólk er að vökva sig. Ok, þá skal ég bara leggja þessum móla. Það fær engin ákæra á sig vegna prins. Ok, ég meina, nei, það er bara svoleiðis. Er þessi móli með happy ending eða? Nei, bara er enginn að fá ákærur. En má ég tala um Harry Bretaprins og Meghan Markle? Er það í lagi? Má ekki prins bara að fá að hvíla í friði? Ég var ekkert að tala um það. Ég ætlaði bara að koma með móla hérna. Ég er bara að spá, hann er dáinn. Þetta er síðan skiptið sem ég sé með slúðrið. Þið sjáum það hér. Leifum hún bara að hvíla í friði. Hann má alveg hvíla í friði mín vegna, sko. Það tengdist honum ekkert beint, sko. Hvað er þetta Harry Ísland og Meghan Markle? Þau náttúrulega er að fara að gifta sig eftir mánuð og það er búið að tala mikið brúðkaupsferðina þeirra. Og by the way, hún er way out of his league, sko. Þú ert aldrei way out of non-league ef þú ert prins. Já, það var að vinna rúmfótalagarnir ekki, eins og þú varst einu sinni. Heldur að vera með Meghan Markle.
sennilega ekki. Nei, það prins. Hann gæti náttúrulega sko Hann lítur út svo raskat þessi gæði. Það ekki alveg leðilegur sko. Hann getur ekki sko sama hvaða stelpa verið sett við hliðina á honum. Hún væri alltaf í annarri deild sko. Herðu, það er burt sér frá því hvernig hann lítur út. Það eitthvað að. Herðu, þau ætla að fara til Namibíu eftir brúðkaupið, í brúðkaupsferð. Og vitið þið hver fór í brúðkaupsferð til Namibíu þegar þau giftu sig? Nei, segðu okkur. Þau, Angelina Jolie og Brad Pitt. Já. Það voru að herma. Það voru að herma til þeim. Þau voru til dæmis ekki way out of each other's league. Þau voru in the same league. Angelina Jolie og Brad Pitt, the same league. Það átt að hver er að segja við þig, Richard. Já, en myndið þú segja... Þau eru ekki in the same league, þessi, tvö. Nei, en myndið þú segja að þú værir í sömu league og Meghan Markle? Ég meina, ég hef alltaf sagt að ég er svona solid 8. Hún er Premier League. Sko... Gilsarinn hann annarkort í fyrstu versus Premier League. Ég nær en Harry, lofaði því. Herru, nær, ég er miklu, ég veit að segja að ég væri, Harry Brett, ef ég stemdi liðin á hann, hann vill ekki vera sömu mynd og ég. Steinþór. Nei, byrju, nú er ég að segja það svo. Ég myndi segja ég væri 8,2 á góðum degi. Þú heldur það bara í alvörunni? Nei, á góðum degi. Það er talið bara á góðum sumardegi. Mér finnst Steinþór frekar huggulegur. Já, Steinþór er bara nokkuð huggulegur. Á góðum sumardegi. En segja samt, ég held ég sé 8,2. Reita sér bara 8,2. Það er helviti gott, sko. Á góðum sumardegi, en svona það gæti, ég get fallið niður í 5,6, sko. Já, ég get það út með ljótuna. Já, ég er búin að vera með 2 gegna ljótu bara núna undanfarið og ég er bara búin að vera ég er bara búin að vera sliðið við 5. Það er ekki gaman að segja frá því, sko, en þannig er það bara. Þetta var slúðrið í dag, við förum í kortmyndur frekar eftir smástund. Pítu partí og þér er boðið. Pítan skipholti. Pítan, alltaf fersk. Það er opið allan sólarhringinn á hljóðfærahúsið.is. Hljóðfærahúsið. Lifandi tónlist í heila öld. Hágæða fæðubótarefni á góðum verðum. Sendum allt land og heimadýrum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Vaxtarvörur.is. Ljúffengur matur sem fær bragðlaukana til að dansa salsa. Serrano. Fresh. Happy. Max. Garza Apotek, einkareikið apótek yfir 60 ár. Garza Apotek í leiðinni og land allt. Varstu nokkuð að fá stöðumælasekt? Leggja. Aldrei aftur sekt. Vitamix blandarar eiga sér enga jafningja. Vilja alla klaka ávexti og grænmeti. Blandaðu með Vitamix. Kælitækni.is. Allt fyrir tilefnin, stór sem smá. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Fyrir ný, fyrir gömul, fyrir stór, fyrir smáhús. Velfag, vinduer for lífið. Faris.is. Hílis rúluskóna færðu hjá okkur. Skórnir þínir Smáralind, skórnir þínir.is, fjölskylduskópuðið þín. We're just friends, so don't go. Á FM 957. Það komið sumardagurinn fyrst í gær og við strákandir erum í bullandi gír og vonum það svo sannarlega að þið séu það líka, hlustendur. Komið að því að fara í Hvortmynduru frekar, en Hvortmynduru frekar verður bara með venjulegu sniði í dag. Það er ekki hardcore. Það er glæsilegt, það er enginn að stilla okkur aðra stöð. Nei, þetta er allt bara svona nokkuð bara svona settlegt. Þú ferði yfir litt alltaf yfir strikið. Alltaf, já, en þú veist, þetta er alls ekki gróft í dag. Þetta gæti verið erfitt að velja á milli, en þetta er ekki neitt, það fer ekki út í helberan dónaskap. Ok, hvað er með það? Fyrsti, ef konan myndi hætta með þér, hvort myndir þú frekar? Vilja hún myndi byrja með besta viniðinum eða aðila sem þú hefur aldrei þólað í lífinu, en sérst bara svona arch enemy. Já. Þetta er a good question, Dutch. Ég var vonum að segja Matthew McConaughey. Já. Besta vininum eða Matthew McConaughey. Þú myndir alltaf vilja... Það myndi velja Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Hvernig berði þetta fram? Bara nákvæmlega svo að berða það fram. Ok. Þetta er borðið þetta fram McConaughey. Ekki eins og Egil gerir það. Nákvæmlega þannig. Segð þetta einu svona. Matthew McConaughey. Ok. Sko, besta vininum eða... Sko, ég og félaga. Sko, marga félaga sem eru svona... Veist ég á félaga sem eru... ennþá, þú veist, tæpir með fyrirverandi. Síðan á ég marga sem eru með einhvern veginn bara skít sama. Og einn af þeim til dæmis á félaga sem er með hans fyrirverandi. Þau er með þess að badd saman. Já, ég er bara að tala það er, síðan nú er að tala, þetta er greinilega hægt. Menn geta greinilega
vinuðin getur byrjað með fyrirhandi konuðinu og þið getur samt verið félagar. En þú ert Þegar ég sé það gerast. Þú ert samt ekki sáttur ef að hún dampar þér. Þú ert í ástafsöku, hún byrjar með besta viniðinu. Var það fylgdi það setningu? Hún dampar þér. Já, og Það hann er ekki bara svolítið- hætti saman og byrjað með... Nei, hún hættir með þér. Annarkvort byrjar hún með besta viniðinum eða manni sem þú hefur aldrei þólað í lífinu. Arch enemy, eitthvað svoleiðis. Hvernig ég aldrei þóla? Ég meina, hugsa þetta bara þannig, ímyndaður þú myndir hætta með Gurri og Base Hunter myndir byrja með henn og byrja alu barnið þitt. Það var enda great honor. Myndir þú vilja að Base Hunter var alu barnið þitt? Það var geggja. Málið er að þeir eru vinir, mjög góð vinir. Þetta er svo veikt. Ég meina, það er bara, Jónas var á landinu núna bara fyrir viku, heyrði agli. Hann sendið mér skilabók og ég vildi hitta hann í bjór. Gerðu það? Reyndar ekki en hann sendið svona skilabók og ég var til að hitta hann í bjór. Hann var okkur í EVE Online partí. Já, frábært. Strákar, ég þarf að fá svar. Ég myndi vilja að, málið er það, þú vilt heldur ekki að óvinnuðinn, en það er ekki óvinnur. Já, bara svona gæi sem þú er aldrei þólað. Já, þú vilt ekki sá gæi sé heldur eitthvað alveg barnið þitt, sko. Nei. En hitt getur verið líka leiðilegt, sko. En sko, en þó þólar hann ekki, getur þetta verið fínt ná, ekki? Já, þetta getur verið Það er ekkert endilega að vera en asshole. Nei, ég er ekkert að tala um þólar það. hann ekki. Bara Já. þú persónulega þólar hann ekki. Ég myndi velja gæjan sem ég þóli. Það getur verið gæi sem bara er alltaf á 10 lífun og þess vegna þólar hann ekki. Málið er það, ef ég var hreinskilinn þá á ég bara vini sem er með allt lóðrétt niður sig. Ég myndi ekki vilja að enginlega gæti mögulega að vera með barn á heimilinu. Þannig að ég myndi alltaf velja. Egill. Já, það var sammála Stoney. Það var sammála Stoney. Númer 2. Hvort myndirðu frekar? Sitja í fangelsi á Tyrklandi í 4 ár eða vera boy toy og eign hjá einum 2 metra í fangelsi á Íslandi í 1 ár? Herru, varstu ekki að tala um þessar spurningar? Þú varstu ekki að tala um að þetta væri mjög soft í dag og þú væri ekki að fara þarna aftast í hennar saur og heilaðinn. Önnur spurning, þú varstu að tala um bara að vera boy toy hjá einum 2 metra á rauninu. Þessi 2 metra. Er hann þeldu okkur? Nei, það er enginn að tala um það. Hvítur. Bara, það skiptir einhver máli. Hann er bara 2 metrar. Skiptir bara hellingsmáli yfir ákvæðum. Freka massaður, svona rúlaröllu og þú ert bara eignin hans. Hvernig skiptir máli hvað er hár? Bara, þú veist. 2 metrar á hæð. Þetta lemja þig, svo harfisk allavega. Boy toy hjá einum 2 metra í ár. Sko, ég hef heyrt góðu hlutum Tyrklandsfangelsið. Hæ? Já, það er nokkuð þeilt að vera það. Ég held að sé... Þau eru googlað Turkish prison. Kíkt á klefana. Ég mótt sé eitthvað, ég myndi ekki að landa í Brasíli fangelsi. Nei. Eða Tælandi. Nei. Við forðast það bara. Já. En Tyrkland? Það fyrir varlega þegar maður fyrir þangað, sko. Googlað bara Turkish prison cell. Ég gerði það í dag, þú vilt ekki vera þar. Þú myndir ekki meika 1 dag. Málið er það, ég held að ég fungeri vel í svona erlendu fangilsu. Málið er að ég hræstna á ekki. Ég er sko... Þú myndi eignast vini fljótt. Ég myndi eignast málega, ég myndi labba að Ég held að þú verið orðin hannhóraðan inn eftir 2 mínútur. Málega, ég myndi Ég er ekki að vera leðilegur sann sko. Ég myndi labba saman. Málega, ég myndi labba að manni hana sem myndi ekki sjást í húðlit út af flúrum. Hann væri bara með hauskúpur í andlitinu. Ég myndi labba vígalasta manninum í fangilsinu. Ég myndi bara labba til og segja bara hvernig ertu og þú veist, ég lendi í smá vesinni til Tyrklandi og ef við ekki bara aðeins að skoða þetta. Jolly feelingin á þetta, Steinþór. Já. Þú eru kraminn, sko. Nei, alls ekki. Ég meina, af hverju ættir að vilja berja mig? Af hverju ekki bara láta mig vera? Það er bara, Þið ætlum semst að báður að taka Tyrkland. Sko, þetta er 4 ár hana í Tyrklandi. Getur erfið 4 ár, vissulega. En við erum staðfest boy toy í ár. En ert á Íslandi og færð heimsóknir alveg og... Frábært, það er heimsóknir millir þessi boy toy. Rétt að gefa það með það smá pásu til lita fjölskylduna. Heldur gaman. Sittið bara með blei og skottast fram og... Þannig að maður fær að hitta familíuna af og til með bleiu. Kekkja á dýl. Sko, málega það, ég held að sé... Rúlaði hérna fram í hjólastólum og hitti mömmuðinu pabba og sér rúlaði tilbaka. Mættu við vera saman í fangilsum? Mættu ég og Egill vera saman í Tyrklandi? Þá held ég alveg að við værum untouchable, sko. Sko, ég held að sé til okkur kósi fangils í Tyrklandi. Slæmina milli, en... 4 ár er ekkert lágur tími. Ég er að velja. 4 ár í Tyrklandi, takk. Ok, Steindi. Já, þetta er erfitt, sko. Ég veit ég er ágætt boy-toy líka, sko. Það er hvernig geggja boy-toy. Já, ok, herru. Ég verið geggja boy-toy. Þið myndu velja Tyrkland. Já, báður sammála þar. Þá er að síðasta. Hvort myndið frekar hætt að tala við Auðun Blöndal það sem eftir er eða gerast vegan það sem eftir er?
Ég veit að þeir eru báðir miklu steikarmenn og... Þetta eru hrikalega spurningar maður. Þannig að maður geta aldrei verið í sófa og panta sér pítsu aftur. Aldrei. Þú getur pantaði vegan pítsu. Já, hljómar vel. Það hljómar ógeðslega vel. Ég er bara að spá ég að fara beint eftir fant og panta hérna vegan pítsu. Það er alveg geggjuð pítsa. Vegan pítsu. Þvílíka vitleisa maður. Málega er að ég á fullt af vinum sem eru vegan. Ég ætla nú ekki að fara að gera mikið grína. Ég meina en flest allir þurfa að vera líka að taka eins og mikið af vítamínum og menn verða sko með tímanum gráir sko eins og nafnspjöld sko í fram. En málstæðurinn er rosalega góður. Ég vildi svo innilega að ég gæti orðið vegan af því að ég minnst það mjög og þetta er góð málstæður, þetta er fallegt og þú þarft ekki að vera slavir í þig einhverjum dýrum allan daginn sko, það er óþarfi en góði eru þau það er bara þannig og þú ert ekki að halda ræð og ómega nei, ég veit að ég er bara að spá ég er að hugsa bara brokkolibuff í hátíðar og kvöldin og auður blöndal inn í lífiðinu eða medium rare nautalund með rauðvinni með ég er að hugsa bara alla hlustendur sem eru vegan sem eru brjálaðir nei, flesti vegan sem ég þekki eru mjög rólegir með það er allir rólegir með þetta og það er ekkert en þetta er að veljast okkar já er eitthvað að deyja hérna nei ég er bara að hugsa þetta í friði því pressa alltaf á mann þetta er bara 2 kostir þetta er bara að velja annan já þetta er ekkert auðvelt sko nei þetta er bara skópla blöðkóknum út eða aldrei aftur steik já þetta er bara og ég hugsa þetta reyn erfiðasta spurning bara sem við verðum spurðir að já og ég meira þess að sko þú mátt ekki taka mjólkuvörur eins og þú ert vegan sko ég get ekki fengið mér hlæðslu eða hámark eða alls ekki ég er skýrhaus, ég kalla það skýrhaus og þetta er bara skýr ég fæ mér kókapöks á laugatum ég byrjar að taka það upp já, frábært þetta hörru, ég þarf að kveðja Blöndal þín ég er hjartalega sammála, auðvitað verið kvartur herru, þetta var kortmyndur frekar og talandu það, við heyrum í þínu Blöndal á eftir í beinni frá Sauðárkróki, ekki missa því I've been hearing symphonies before all I heard was silence a rhapsody for you and me and every melody is timeless life was stringing me along then you came and you cut me loose was solo singing on my own Ég elsku vinir, þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum hrikalega þakkláttir með það Sko, það er komið að dagskráli sem ég er svo kvíðinn fyrir og ekki bara af því ég veit hvað hann er heldur einnig að því að þegar við höfum gert hann gegn tíðina þá höfum við haft tíma til að henda okkur í klefa fyrir daginn og reyna þetta Núna erum við að fara að gera þetta í beinni útsendingu og það er óþægilegt Það er ræðilegt Ég held að það verið gaman Til þess að gera langarsöðu stutt að þú ert að fara að láta okkur hringja á Íslands kaffehús og við erum að vera túristar Já, og þú segir bara I'm a tourist in Iceland I came there, had a cup of coffee, great coffee Say great coffee, hrósaðu the coffee Þetta er viðurinn Síðan segir bara I was wearing a $5,000 suit Hvað segir þú? $5,000 suit Af hverju á ég að segja? Kottið því að þá veit hún vinnur ekki umfattalagan Ekki dissa þá sem vinnur umfattalagan en bara þeir eru ekki $5,000 í akkvæðum Og síðan segir I like that song, I'm going to go straight to the point I'm here for a couple of days, want to spend these days with you Síðan takk ég með þetta klassiska Quit your job, Billy Boy, Key, allt þetta Og þetta er textin að segja svolítið Ég hef hringt, ég veit ekki á hversu mörg kaffehús ég hef hringt sem Starbucks, Stoney eða Tristan Þú er yfirvilt verið complete failure Aldrei fengið date og það skrifast á textan Eltu textan Nú er þetta bara copy-pastan textan á því í messengerinu Sendu mér nú chatinu Þetta er textin, elt sko málið Þú panikar Eltu textan Já, ef ég panika, ég hef alltaf elt textan Ég er ekki sjálfur að búa til einhverja þælu Þegar þú ferð eitthvað út frá honum Reynir að vera comedian Þá fokkar þessu Ok, ég ætla að fara nákvæmlega í textan Og ég get eiginlega að lofa þér í að þetta verður failure Steindi, þú byrjar Ég byrja, ok, ertu búin að hringja? Ég kom með númer, ertu klár? Já, ég er klár Já, halló Helga Yes, who's the Hello Já, daginn Yeah, can you speak English? Já, no problem Yeah, I'm looking for Helg
Helga. Yeah, that's me. Oh, bingo. Hi there. Hi. I'm a tourist here in Iceland. Came there and had a cup of coffee. A great coffee. Earlier today. Okay. And I was wearing a $5,000 suit. Do you remember me? Okay. Helga. Yes. But I liked what I saw. I'm gonna go straight to the point here. I'm here for a couple of days. I want to enjoy these days with you. Excuse me. Yeah. Sorry. Okay. Hello. Hi. So, this is gonna happen. You're gonna quit your job, Helg. I'm gonna pick you up. I will be wearing nothing at all but a Billy Boy. Take a key with me, Helg. Take a chance. I'm Asian. Okay. Take a key. Ég held ég sé múin að fatta alveg hver það sko, held ég. Já, ég held það. Egill. Egill? Þetta var Steinþór, hefur það á hreinu. Skal að kenna mér þetta? Ekki kenna mér þetta. Já, þú getur orðið að þannig. Þú getur bara 100% kent honum þetta. Oh my god. Þannig að fá plata okkur í þetta. Vel gert. Stóðstu vel. Afsakið þetta. Því líka steipan maður. Já. Hún hló bara framan í Steinþór. Frábir. Það var ekkert aðeinslega fyndið maður. Ok, það er komið að þér ekki núna, það er bara svo leiðis. Á ég ekki bara að sleppa þessu? Nei, Ég sleppa get ekki látið hlæja svona framan í mig. Hann að byrja að sleppa. Gerðu bara þetta allra besta, Richard. Já, þú verður bara að gera það. Þetta er líka 100%, þetta er 100% verra í beinni útsendingu. Yfirleitt höfum að tekið þetta upp, þetta er ógeðslegt í beinni. Ertu komið með bakari? Já, ég kom með þetta, ég er bara með kaffihús hérna. Já, ok. Ertu klárið í þetta? Já, þú verður bara að gera þetta. Því miður. Ok, hringdu. Já, hvað er borgartónu? Yes, hello. Hi. Hey there. I came here earlier today. Okay. I'm a tourist in Iceland from Russia. Okay. Came here and had a cup of coffee. Great coffee. Okay. I was wearing a 5,000 euro suit. Okay. I liked what I saw. Huh. I'm going to go straight to the point. Okay. I am here for a couple of days. Okay. I want to enjoy these days Yeah. with you. What? You're gonna quit your job. I'm gonna pick you up. Okay, hello. Bye. I will wearing nothing but a Billy Boy. Take a key with me. Take a chance. Og ég bara stað. Hvort var hann Abu í Simpsons eða Russi? Hvað var þetta? Ok, málega. Nei, verður kanið. Nei. Mér er hræðilega í mínu. Þetta var hrikalegt. Mér er aldrei leiðið jafn illa. Ég veit ekki hvað, ég var komin í einhvern rúsneska karakter, svo er ég komin í einhvern indve. Við erum í beinni útsendingu, sko. Ég panikaði bara. Panikaður? Þetta var viðbjörn. Og ég sett á lag. Hvenær þarf að endurnýja bílinn næst? Byrjaðu að spara með Arion-appinu núna strax og vertu tilbúin í næstu uppfærslu. Láttu sparnaðinn rætast. Arion banki. Fyrir framtíðina. Fréttablaðið er helgarblaðið. Barnabörn Jóhannu Kristjónsdóttur, rithöfundar og blaðamanns halda minningu hennar á lofti. Alexandra Sif hefur glímt við kvíða frá því hún lenti í einelti í grunnskóla. Hún og móðir hennar segja frá glímunni. Alda hrottalegra nauðgana skekur indvest samfélag. Fréttablaðið hitar upp fyrir HM. Nokkur ríki hyggjast sniðganga mótið. Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti að góðri helgi.
Karamellu súkkulaði með lakkrís og karamellu fyllingu. Hversu mikil karamella eiginlega í því? Karamellu perlustykki glæný viðbót við lakkríslínu Nóa Sirius. Næstum of gott til að vera satt. Það opið allan sólarhringinn í Hagkaup-Skeifunni og Hagkaup Garðabæ. Hagkaup. Meira opið. Alla daga. Fáum okkur pizzu. Pizzan. Sími 578 88 88. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólavörðustíg 18. Boltinn í beinni á Tífalibarnum Smáralind. 2 fyrir 1 alla daga frá 17 til 20. Tífalibarinn Smáralind og Pepsi Max. Viltu ná forskoti? Það opið fyrir umsóknir í meistaranám við Háskólann í Reykjavík til 30. apríl. Martex. Góð þjónusta byrjar með flottu útliti. Fatnaður fyrir fagfólk. Martex, Bíldsöða 16. Láttu freistinguna eftir þér. Háberg möndlur með lakkrísdufti, möndlur með súkkulaði og pipardufti, gómsæt freisting sem bragðir af. Ný kynslóð vinnuljósa, vastþétt og höggheld ljós og kastarar með hleðslurafluð. Fossberg. Pítupartí og þér boðið. Pítan Skipholti. Pítan, alltaf fersk. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi Blöð hér á föstudegi, það 20. apríl í dag, það komið sumar eins og margótt hefur komið fram sumardagurinn fyrst í gær og við erum í sumargýr drengirnir. Akkurat. Þakkum ykkur fyrir hlustunina og við ætlum að vera hér í góðum gýr til klukkan 6 í dag. Framundan meðal annars spurningakeppni Gilsarans, við ætlum að heyra í Audda á eftir. Akkurat. Og Steindi, ég ætla að henda þér í svona stera útgáfa af nágrannanum. Já, nákvæmlega. Þú ert mjög hrifinn á honum. Já. Ég elska hann reyndar, ég elska ekkert meira. Ég ætla að gera það fyrir því, ég ætla að hringja nákvæmlega. Förum í þá eftir en það er eins og komið að sturlaður hrossaskítur. Þetta er keppni, strákar, sem þið tveir farið í. Ok. Þetta eru 5 staðrendir eða hrossaskítur. Annað með spurningkeppnina, ég væri til í að vinna þessa keppni. Já, þetta eru mjög skemmtilegi punktar sem ég kom með. Þið er bara að spotta út, er þetta sturlu staðrend eða er þetta bara keftaði? Ok, bring it. Egill fær fyrsta svarið. Muhammad Ali, fyrrum heimsmeistar í boxi, var aðeins með 78 í greindarvísutölu. Sturlu staðrend eða hrossaskítur? Bara svo Forrest Gump. Bara hvað, Ali hefur verið naut heimskur eða? Þú ert basically að segja það. Já, las ég það? Ég las það ekki. Forrest Gump var með 70 sko. Hann var 8 stigum Harry. En Forrest Gump Þú tala Ringi Gæti ekki allar að klíta og nauka 20 púntum Hann hefði ekki getað farið í viðtöl bara með þess að hann var líka mjög snöggur að hugsa og mjög snöggur að pakka mannu saman sér yfir kjaft. Þú ert ekki með lága greindarvísitölu í það? Já, samt, ég minna, þú veist, það er ekki svo Tyson sem hann er líka ekki að pakka mannu saman hratt. Það tekur svona 60 sekúndur að hugsa hvað hann að segja næst sko. Já, það er hann geggjar á blaðamannafundum. Þetta er mest að kjafta þessu æfinni heist. Geðum með punkt og áfram gakk. Já, ég er sammálaglið. Þetta er náttúrulega bara eitt mestir hrosskít sem við Það er 0-0, þetta er sturlu staðrend. Hann á fræga setningu I said I was the greatest I never said I was the smartest. Þá gaggrinni ég þetta próf sem hann fór í Horse manure. Já, hann hefur alveg verið með Fór hann eitthvað starffræðipróf? Þessi lélugur starffræði? Googleði Muhammad Ali IQ. Googleði bara raskataður ekki. Ég er að segja hann var lélugur í jöfnum þáttun eins og starffræði 78. Já, ég kaupi ekki þess að Forrest Gump Forrest Gump var með 70 sko. Já. En það er 0-0. Þetta var sturlu staðrend. Númer 2. Þegar líkið af rapparinum Tupac var brent var askan hans notuð og blönduð við marihuana sem félagar hans reyktu síðan honum til heiðurs. Ég var svarið þetta ekki. Já. Þetta er náttúrulega bara, ég málega ég er mikill Tupac aðdáandi. En það segir bara að vinur hans hefur reykt hann. Málega það, vinur hans reykt hann ekki. Ég er búin að sjá endalaust að heimildamyndum. Hvaða rugg? Reyktu þeir hann? Í fyrsta lagi Muhammad Ali, hann var smart. Ekki vera Googlaði þetta bara Steinþór. Já, en málega það var engin að reykja líkið að Tupac. Það er bara hann. Ég er ekki að tala um hann sjálf, hann bara öskuna. Hún var blönduð við marihuana. Já, það var hann basically. Hann er brendur, það var bara eftir askan og
Ég er samt að spáði að setja þessi skilyrði. Þegar ég drefst, ég vil að menn reiki mig. Já, ég verði líka til í það. Það er náttúrulega, netið er náttúrulega tróðvilt af 420 brandurum. Ég ætla bara að því að það er 420 í dag, þá ætla ég að gefa núna grænt ljós á það. Þegar ég fer, þá má reykja mig. Já, ok, kannski, þú lætur reykja þig. Ok, ég er brendur. Menn getur notað mig kannski í orku. Já, próteinshake. Blanda þetta í ripper. Já, setja því blandara með einhverju síðan. Ripper með vöðvingja. Já. Það var að mixa því. Það er bara til ákveð margir drikki samt. Þú veist að það var í geggja. Pæli, það er til 100 vöðvingjar í fernu. Með rippertum. Já, með rippertum og það er bara basically, já, smá eigill aðnátt í. Ég finnst það að vera brendur sem bara öskunni, skópla bara ykkur tunnu, sem mjög þreytt, Hvað ætlaði að segja? Steinþór, þú byrjar. Já, ég meni, ég var... Var hann reyktur? Eins og ég verð? Nei, hann var það ekki. Egil. Sko, út af því... Ég segi hann að vera reyktur, hann var reyktur. 1-0 fyrir Agli, þetta er stöðlu stærn. Var túbak... Ok, Riki, nú ætla ég er ekki að... Meðlimir í Outlaws, hljómsveitin hans, þeir reykti hann sem farvel. Málega, ég ætla ekki að leiðilegur ekki. En málega, þessi síða sem þú ert að finna þessa móla á... Kíktu, ég var að senda ykkur bara núna, þetta er út um allt. Þetta er grínsíða. En ekki vera að gaggrina Ríkard, ég mann bara að sjá með hann dagskrálið og hann standi sér mjög vel í. Það er eitt og öðvöðikjörn, það skiptir öllu máli. Hann á ekki að vera á svona trúða síðum sem er að blega. Trúða síðum, ég fór á fleiri síðum til þess að fá þetta staðfest. Fjölskyldan hans staðfesti þetta. En hvernig er samt þegar maður er reykt, hvernig er það, hvernig var þetta? Þú hefur spurt þá sem er reyktan, hvernig það var? Blöndur sem með marihuana. Ég hringdi ekki í þá, sko. Ég fekk þetta bara hérna. Ég var að senda ykkur núna bara. Þið getið bara kíkt á þetta. Ég er að fara að skoða þetta. Ég er að standa í því Ríkard. Ég er verktaki hérna. Það er 1-0 fyrir Agli. Númer 3. Simmi Will byrjaði að reykja 15 ára. King Simmi Will. Hvað fyrir ekki? King Simmi Will byrjaði að reykja 15 ára gamall en hætti 17 ára og hefur ekki reykt síðan. Egil á svarréttin. Shit, hvað er góð spurning. Þetta segir mér að þú hefði fatt upp á því að þú hringt í King Simmi Will. Ég gerði það síðast. Þá var Sturlutur Stærend þegar hann var í sænska handboltalandsliðinu nú líka. Sko málega er að Simmi Will. Hvenær með svarréttin? Egil. Já, þá ætla ég ekki að segja orð. Sko, Money Sim, hann er 15 ára og hann er á Egilsstöðum og þú er ekkert að gefa Egilsstöðum, ekki neitt. Nefnum bara, þú veist, ráum bæinn og verður rættina og hell í þig. Er það ekki bara sama þú gerir þetta Reykjavík? Já, nákvæmlega. Sko, nú er ég bara að hugsa, sé ég fyrir mig Simmi Will, sjúandina Salem Lights. Ég er að sjá þetta fyrir mér. Sé ég hann halda á einni, sökina hann. Hann var með Kamela Prins eða eitthvað stert, sko. Sjáðu King Simmi Will fyrir ykkur reykjandi. Self-made millionaire í dag. En það vissi ekki hver Simmi Will var þegar hann var 15 ára, sko. Hann hefur verið barnatröll. Hann hefur verið þekktast í gæðin á Íðstöðum 15 ára. 15 ára? Já, hann hefur litið út eins og hann væri svona 45 ára þegar hann 15 ára. Ok, það er bara svolítið, hann var barnatröll. En Egil, þú átt svarréttin. Sko, reykti hann í 2 heil ár. Hljómar svo horse manure. Ég sé hann ekki fyrir mig reyk í 2 ár. Þetta er rétt. Ég, sko, málega er að semja mikið í spjótkastinu og Jú, vissulega fættist hann ekki með bestu spilin, það er bara svoleiðis. Hræðileg spil. Hræðileg spil, en ég veit nú ekki hvort hann verið. Verstu sem þú getur fengið? Já, svona nána, sko. Verstu spil? Já, það er ekki þetta var mikið verið spil, sko. En málega er að ég get alveg ímynda verið að sé að það hafi verið að reykja njóla, verið að prakkarast eitthvað, hann var að snáðast þarna pottitt, en að reykja sígarettur í 2 ár, ég held ekki. Hann er gamli skólinn, foreldrar hans hafa lamið í borðið, hefur komist að því. Ég ætla að segja þetta sem hrosaskítur. Það er 1-1. Þetta reykta hann ekkert. Er ég að klikka á King Simmi Will spurning? Þetta er veruleg skellur fyrir þig. Já, ég veit það. Þú er að spurninga um Money Sim. Herðu, það er 1-1. Fjórða og næst síðasta spurning. Þegar karlkyns býfluga nær hámarki springa eistun og karlkyns býflugan deyr. Hver á Steinþór. Sko, maður er að springa eistun. Ég meina springa eistun. Ég er ekki alveg að átta mig á hvernig þetta geta gerst. Ég meina, eru býflugur með eistun? Ég bara hef ekki verið að kynna mér þau, sko. Hefur ekkert að sé bara býflugur fljúandi um og hangandi punga? Hefur þú séð það? Þá væri það potið með mismunandi punga, sko. Það var eitthvað bífluga með eitthvað alvöru lók og stóra pung, þá myndi maður alveg sjá það, sko. Hæja vel á henni líka.
Þú getur alveg verið með punkt þó sé ekki kannski lafandi Steinþór, sko, slakað á. Sko, nú veit ég það lítið skordínuna. Ég er að átta mig á því hvort að bíflugan sé með getnaðalim, sko. Nei, þetta lítur að vera gert einhvern veginn öðru sér. Hvað er í gangi þetta maður? Þannig að getur ímyndaði bíflugu fljúandi og það er bara, þú sérð bara pungin. Steinþór, ég þarf svar. Ég ætla að segja þetta sé bara að yfirbyrða mest að kjæfta sem ég hef heilt á ævi minni, sko. Gilsari. Ég hef aldrei séð pung á bíflugu. Ég ótti marga bíflugu þætti, sant? Það var aldrei minnst á þetta einu sinni, þannig að ég ætla bara ég hef aldrei hætti að tala pungin á bíflugu. Það er fyrsta skipt sem ég heyri þetta. Ég hef aldrei hætti hún myndi deyja nýbúin á hámarki, það er umrætt. Það deyja þeirra stinga, sko? Já, ég hef heyrt það, allir heyrt það. Ég segi þessi horseman hér. Það er ennþá 1-1, þetta er störtlu staðarind. Anskotin. Springa eistur á þeim? Ég held að segja, hann er inn á okkur að vera trollar eitthvað. Hann er okkur skýtið síðu, sko. Það er nákvæmlega sem ég var að segja, hann er að vera trollað alveg byggt. Fyrsta og síðasta, 1-1, loka spurning. Upp á úrslitin. Vöðvingin. Ef þú heimsækir Las Vegas einu svona ári eða oftar, aukast líkunar 63% að þú endir sem alkoholisti eða spilafíkill. Hann er bæði fyrir, hann þarf ekki að hafa mikla ágjörð því. Sko, einu svona ári. Ok, ég fær hana 2 svar. Annars skipti var ég hérna í svona hálfa sólarhring, telst allar. Ég elska gamla. Heldist ekki spila fíkilsan, sko. Held ekki. Ég var samt að keyra gott bett bara í leik sem á eftir. Bara rétt á hann í íslenska byggarnum. Var að keyra það í gang. Nokkuð vissi að þetta. Hver reiknar þetta út? Þú veist, þetta hljómar eins og Rikka G. Horsemanjur. Eitthvað svona típisk Rikka kúkur. Það er sem þetta hljómar. Já, bara eins og allar þessar spurningar, sko. En það getur líka alveg rétt því að Vegas ykkur einasta helst árat mjög líka spilafíkill og alkohóliti, sko. Talaðu að borgin sem sígur úr þér allt. Ég held að þetta væri bara City of Joy eins og Akureyri. Þetta er 50-50. Ég segi að Rikki sé fullur af mannskít og þetta sé horsemanjur. Já, og ég þarf náttúrulega að reyna að vinna þetta, þannig að ég segi að þetta sé hárið eftir ekki. Egil Sigurverðin, þetta var kjaftaði. Engin rannsókn sem stifið þetta. Til hamingju Egil, Sigurverðin í þessum leik. Það er heldur engin rannsókn sem stifið það að eistun og bíflugum springa þegar það ná hámarki. Það er mest að kæta sem ég sé. Ángriðis, ég var til að borga pening fyrir þann sem hittir næra handsama bíflugu með pung. Steindi, ekki vera svona heimskur, þetta er pínu lítið, þú serði þetta ekkert. Guð minn góður. I am someone who wakes up in a different body every day. Always someone my age, never the same person twice. MGM kynir Every Day. Frá leikstjóra The Vow kemur einstök ástarsaga byggð á metsölubók. Think about what happens if you and I stay together. We can make it work. I want to believe that. Every Day. Sýnd í Laugarásbíói, Sambíónum Álfabakka og Borgarbíói Akureyri. Hamborgari, Foldaborgari, Húsaborgari, Bryggjuborgari, Korpuborgari. Og ef þú ert að spá í línunum, færðu þið Rima Salat. Hverfisbúðin Grafavogi. Geysir karlmenn, Skólavörðustíg 16, Geysir konur, Skólavörðustíg 7, Geysir heima, Skólavörðustíg 12, Geysir, Skólavörðustíg. GoMobile appið stækkar á hverjum degi. Nú færðu líka innegn af öllum viðskiptum á Mandífi í Ingólfstorg. Einn besti biti bæjarinn sem býður upp á allt það besta á sýrlenskri matagerð. Náðu í GoMobile appið, tengdu kortið þitt og byrjaðu að safna. Nóakúlur eru mættar í nýjum klæðum. Gríptu rjómakúlur, lakkrískúlur og glænýjar piparkúlur. Allar í nýjum poka. Legðu bílnum með Leggja appinu í apríl og þú gætir unnið iPhone X frá Appli. Leggja. Aldrei aftur sekt. Láttu ekkert stoppa þig. Stuðningslífar, kompressjónbuxur, hlaupasokkar og hlaupaskór. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Allt fyrir dýrin. Dýraland Kringlunni, Mjódd og Spöng. Gæði og glæsileiki, endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin, Stórhöfða 21. Mundu Múlalund. Þá vinna allir. Múlalundur.is. Rúllaðinn í sumarið á nýjum gæðadekkjum frá Michelin. En einn alltaf til staðar. Að vera karlmaður, ekkert mál.
Við höfum opnað verslun sem tilenguð er karlkyninu. Geysir Karlmenn, Skólavörðustíg 16. FM 95 Blö á FM 957. Hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 klukkan orðin 5 og meira þess að 2 mínútum betur og það er komið að dagskrárlið sem að ég hræðist pínulítið en samt ekki jafn mikið og dagskrárliðin spurt og svarað en við erum að fara í spurningakeppni Gilsarans. Ég er logandi þetta við það. Og síðan er spurt og svarað eftir, það dagskrárlið eftir. Já, en konseptið hjá þér Egill er King of Summer. Þetta er bara regla, alltaf fyrsti þáttur eftir sumardaginn fyrsta og Blonde Ale er ekki hérna, ég þarf að samt að halda áfram þessa reglu. Bara hver verður kóngurinn í sumar 2000. Ég samt þess að keppni fyrir löngu síðan. Okay. En Blö er ekki hérna. Þú ert hérna, Richard. Þannig að þú verður bara að step in. Okay. Og reynda að delivera. Ég er klár. Þetta gera það besta. Kemur þetta skammar. Byrjum á þessu. Hvor okkar verður kóngurinn 2018 í sumar? Getur samt, má ég fá 1/10 trailerunum? Shithead. Og 12 skiptið upp og þá fer ég. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Spurningakeppni Gilsarans. Hann er ekki búinn samt. Nei, þú baðst 1/10. Ég gerði margt og gott betur en það. Ok, rólega, ekki fá sterakastir ekki, sant? Nei, Jésús. Byrjum þetta bara. Hérna, já, það er sér að King of Summer 2018. Hver mun ég að gegja sumar og hver er svona sumarkóngurinn af ykkur tveim? Ég heyri hún með það undir. Já, það er vel gert. Hefur þið farið til Kolb í geggjaðan Kolburger með ísköldum bjór í The Sunshine? Ég veist það. Já, ekki til eitt orðið yfir þetta. Hvað? Þetta er svo vont. Er hann að kalla, ekki hann að kalla hamburgerina sem að grillar Kolbburgers? Þetta er bara þekkt sem Kolburger. Kolbburger, hvað? Besti borgar sem ég æfði mikið. Ég hef ekki fengið betri borgar, ég var særlega við hann, Kolb. Opnaðu Kolburger. Allt sem hann gerir er það besta sem þú smakaði. Já, þú trúir í hversu gott þetta er. Herru, ég var að hendi, nei, mér er ekki verið bóðið þetta ennþá. Ef þú ekkert kíkt í heimsókn í Kolburger, mér er ekki verið bóðið. Bjóða þér alveg. Það er bara, á ég bara banka, það er að gera Kolburger, eiginlega ekki vera svona einfaldur. Finnst þér að við erum að fara bara félagarnir, banku upp og blessaðar áskil, getur að hendi okkur Kolburger? Nei, bara senda hún að skila bara, gamli, hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri, hvað það gerir kvöld? Nei, ekki raskat, kík í Kolburger, já, kíktu, málið er döds. Það flókið það. Okay. En ég var allavega ekki orðið svo frægur. Það er 0-0. Já, maður þarf að passa. Shit, hvað þetta er lélegt. Hefur þið tekið sumarhristing? Já, ég... Punktur á Stóni. Ég hugsa að ég hafi nú... 1-0. Ég meina, þetta er málið það. Maður er alltaf að sjá það betur og betur hversu veikur Egill er. Fullt af fólk að hlusta, sko. En þetta er ekki bara við þrír hérna í ykkur stúdíu að fíbla, sko. Þetta er rosalega mikið af. Þú tengir við eitthvað ákveð moment. Já, þú erum að tala bara, það er margir 20.000 manna að hlusta á þetta, sko. Já, en eitthvað ákveð svona moment sem maður eftir, þú tengir við... Hvað, með sumarhristing? Já. Nei, ég er bara ferskur, sko. Ég er bara örgulega einhver tíman verið það heppin að fá það. Herru, ég vil að hendi já líka bara. Það er svo leiðis. Jésús almatur. Já, annars það er versta spurning sem ég bara... Nei, þú hefur eitthvað að fara nánar út í þinn? Nei, alls ekki. Góður. Var það eitthvað tengt gólfinu? Nei, það var ekki tengt gólfinu. Tengt gólfinu? Við erum ekki að fara þarna. Við erum ekki að fara þarna. Nei, býttu, hvað er það? Æ, Steindi. Ég er bara... Ég bara spurði Richard. Það var svona vörn. Það er næsta. Ætlar á Argentína Ísland á HM að sækja 3 kósi púnta með vöðvingjanum? Já, það ætla ég að gera. Boom! Ertu komið með það, Stóni? Ég er búinn að panta flugið og búinn að borga flug og hótel. Mér vantar þetta miðan. Það er vesen. Það græði það alltaf. Já, Stóni, sko. En ég ætla samt að auglýsa núna eftir. Mér vantar 3 miða á Ísland-Argentínu. Þannig að mér endilega henda á mig skilabóð með einhver býr það vel að geta græjað junior. Ég þarf að hendi nei á þetta. Ætlar að vera heima? Já, svo vera að pakka þér saman. Ég er að vinna með 1 punkti dreftu mig. Já, og hann fekk Kristing á gólfið líka. Já, hann pakka mér saman. Jésús. Hefur þú notið ásta utandýra? In the summer. In the summertime. Hefur þú notið ásta í náttúrunni eða úti?
Já, held ég sko. Já. Það er svoleiðis. Já, ég fann að svitna á bakinu sko. Herru, veistu það, mér finnst þægilegt að vera með Rikki í þessu. Hún finnst þetta verra en mér. Ok, Rikki, byrjum að það er. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Nei, bara ég. Já, ég sagði já, ég þarf ekki að endurtaka þetta sko. Þú heyrðir alveg hvað ég sagði sko. Hvernig var Eyjar eða Þórsmörk? Nei, Eyjar Þórsmörk. Hvað er það eini staðurinn á landinu sem hættir? Má ég ræða við á þessu? Já. Jú, ég hef gert það. Rikki er á Sterakast. Fórstu bóta svalir í kóraköruna? Nei, það gerði ég ekki. Sennilega bara í ykkur útilegunni. Ég veit bara ekki á hvaða stað það var nákvæmlega. Náttúran kallaði og Ríkard vippaði svo tjaldinu og buksur á hæla og áfram gakk. Veistu, ég get þetta ekki. Hvað? Ég vil ángriðs, ég vil fara að setja lag sko. Veistu, sér andlit á mér, ég er svo rauður. Fórstu úr tjaldinu með ég buxur á fór ekki úr hælunum? tjaldinu, nei. Egill sagði það. Þú hefur verið í ykkur tveggjamanna vangótjaldi og farið úr tjaldinu með buxur á hælum. Það er mjög spes sko. Herru, Steindi, hvað segir þið? En hvað með þig? Hvað var þetta á þér? Það er mjög spes sko. Hvað með mig? Það er bara áfram gakk, þetta er bara komið. Við hengum punta. Hvað er staðan? Hún er 3-2. Hefurðu verið með flösku í geggjuðu sundlaugapartí í Vegas? Hvað er þetta að fara með þessu? Ég verið að hendi nei á þetta, því miður. Hvað, ég ætla að, sko... Já, þetta er King of Summer. Og ef þú spyrir mig hvað er sumar, sé ég fyrir mig sundlaug, ég sé fyrir mig a bottle, ég sé fyrir mig sunshine. Sérðu fyrir sundlaug, a bottle og sunshine? Þannig sérðu bara sumarið almennt fyrir? Já, bara svona, ég hugsa sumar. Þannig að þetta er svona basic spurning í King of Summer. Já, ég hef gert þetta og áframgakk. Það er punktur. Varst á okkur svona vindsæng út á sundlaug? Nei, og ég var ekki frumuköllin í þessu. Ég bara tek þátt, ég er stemningsmaður, áframgakk. Hefur þú verið í blaki í nautósökinni í kliftum gallabuxna stuttbuxum? Er einhver að vinna með þær í dag? Við séð Top Gun Við séð Top Gun, hún er frá 1830 sko. Já. Það er svoleiðis. Þetta er rétt. Hefur þú verið í kliftum gallabuxum í blaki í nautósökinni? Já. Hvað varst að gera? Þetta er enda svolítið langt síðan. Þetta er svona 2006, 2007. Ok, ég veit ekki að ég bjóst við að ég myndi ekki fá punkt þarna á hvorugan þarna. Kliftum? Ekki komið punkt þarna. Þetta varstu í blaki? Já. Í kliftum? Strandblaki, í svona stuttum gallabuxum. Ég vil eftir að vinna það tilbaka núna, ekki án grín sko. Jöp. Hvað varst það? Making love outdoors og síðan til blaki bara í. Herru, Steindi var líka það sko. Herru, hvað róðalega hefur verið sexy hérna back in the days? Það var bara allt í gangi. Ég var í mjög góðu formi 2006. Herru, ég fæ ekki punkt. Það er jæfnteflið þá. Á að skella sig fljótlega gott. Nei, það er reynd eftir. Hvað er staðan núna? 4-3 fyrir Stóni. 4-3? Þannig að hérna á að skella sig fljótlega í gott svona sumar pungvaks sem er satt kalla brasíst vaks en sumarpungvaks. Nei, ég er bara ferskur. Er þetta búið þá það? Sko, sumarpungvaks. Ég ætla að minna á það að þú settir háreigjukrem á punginu á þér eins og sko. Já, en ég er ekki sumarpungvaksi. Hvernig settir þú háreigjukrem á punginu á þér? Ég gerir það reglulega. Háreigjukrem? Og hvernig varstu... Ég var að horfa frá hann. Ég ber virðingu fyrir. Hann gerir það. Já, ég er mjög ánægð með. Ég ætti að fá punktana sko. Hefur þú farið í... Nei, ég fór í vorvakt sko. Ég var í tökum reyndar. Var það brasilist inn í því? Það var brasilist vakt sko. Og það er svoleiðis? Það var hrikalegt sko. Já, það var hrikalegt. Á miðsvæðið? Já. Ég ætla að vera að gefa þér punkt. Það er sumarpunkt sko. En það var í februar. Til hamingju Steindi, þú vannst þetta. Það var í februar. Já, þetta er samt punktur. Frábær Steindi. Þú pakkar það saman. King of Summer. Hendur endilega til Vegas á flöskuborð. Við erum heldur betur í gýr. 14 mínútur gengin í 6 klukkan og það er komið að því strákar að hringja á Sauðárkrók. Ég er svo ánægð með Manswes. Heyrið þetta lag, heyrið þessa rödd. Þetta er mest spilaða lagið á FM 957 þar sem afir árið 2018. Já, og það er svoleiðis. Ég var það heppinn að við vorum að skemmta saman daginn og svo eftir giggið þá voru fengið svona bjórar og ég fekk að heyra demóð á næsta lagi hjá þeim. Já. Og ég held að það verði meiri hittar en þetta. Ég ætla að giska það. Fíla. Það er svakalegt. Herru, við ætlum að hringja í Auðun Blöndal. Hann er á Sauðárkróki. Ég er ekki búinn að hringja hann, en svona Steindi, þú ert aðeins búinn að bögga hann. Sko málega, ég veit hann er ekki að hlusta á þáttinn.
að ég var að heyra daginn, hann þarna núna, hann að fara þarna á, hann það tindastóðsleikurinn og hann var að hitta ykkur á stöður, hann í ykkur vesinni þarna og að dattast eitthvað, ég var að tala með hann fyrir svona 10 mínútum á Facebook og hann var hann að spurja hvernig þáttur væri búin að vera og eitthvað svona, því að hann ekki að hlusta. Seinast þegar ég fór með honum að skemmta á Sauðárkróki, þá var ég í því að pota alltaf á hann stundum, ég var að taka upp stundum, ég var að nota Instagram mitt mikið í þetta, en stundum var ég bara að gera þetta líka bara við hann að kalla hann kóngin á króknum og að spurja hann hvernig ekki allir, það ekki allir þetta og var svona pota í hann með þetta, alltaf að kalla hann kóngin á króknum og þetta fer þvílíkt í töðum. Hann kóngurinn á króknum. Já, hann það bara, þetta fer þvílíkt í töðum. Þannig að í þessu símtali munum við bara kalla hann sem kóngin á króknum. Já, við þurfum að vera nuttaði á hann, en skulum byrjum tapirinn, strákar, það með ekki hlaupa beint í það. Nei, byrjum að heyra bara í honum. Ég skal ringja Steindi, þú bara byrjar símtalið. Já, ég skal opna þetta, leið og ég fer að tapinn, þá joiniði mig. Ok, ringjum í hann. Kóngurinn á króknum. Hræðilegt. Já. Auði? Já. Hvernig ertu mikli kúreki? Nei, sættu. Herru, nú erum við að ringið í beinni útsendingu. Sæll ertu? Já, það ekki þannig. Nei, þetta er dýrari típan. Hvað segir kóngurinn á króknum? Hvernig er búið að ganga? Herru, það er búið að ganga mjög vel. Ég myndi að segja að þetta væri eitt besti þáttur bara, já, hinga til á árunum. Einn af þeim. Já, skulum ekki fara fram úr okkur. Einn af þeim. Herru, Eru menn kom... Ég fekk sendt eitt. Já. Að þið myndi frekar hægt að tala við mig eða vera vegan. Sko, auðvitað, það verður eftir... Hvernig ætlar þú að skemmta eitt Steinþór? Málega það fer eftir hvernig á þetta liti, sko. Við skulum... Það er ekki að fá þessi veislustjóra og þú syngur bara djammi góð. Já, við getum farið betur yfir það setna. Við ætlum bara rétt að heyri, ég meina, hvernig þið verða komin á krókin? Ekki. Ég er enda ekki svo stressaður, ég er að deyja, sko. En góður. Ertu komin heim í heimahaga það? Já, ég er komin á krókin maður. En hvernig fer þetta í kvöld? Eru þínir menn að fara að loka þessu? Ég er spáðið að setja $1 á þetta. Þetta er svo rosalega 50-50 maður. Hvernig er öklin á hestur? Er hann góður að? Allt klárt? Já, hann er bara að hitta hesturinn, sko. Hestur, það er minn maður. Hann væri orðin góður, sko, þannig að ég verð að treysta því. Já, skilaði kveðið frá mér til hans, þetta er my favorite guy í öllum boltanum, sko. Já, ég skal senda. En hvernig líður þið bara milli okkar félagana? Hvernig líður þér the king of the hook að vera mættur? Er verið ónáðið mikið? Þetta er eitthvað vengið? Nei, það er ekki verið ónáðið. En hvernig var þegar þú varst að, sko, ég veit að þú hefur rosalega gaman að koma heim. Hvernig var, þú veist, eins og þú varst að keyra allir Skagafjörðurinn basically, voru allir búnir að poppa og byggðu bara til glugga eftir þér? Blö Sér fyrir með allan bæinn, berjandi borðið og þú að keyrin í bæinn og... Nei, en auðvitað, svona öllu greiðslegtu, svona ángriðis, við ætlum að tala um eitthvað annað og svona, ég ætla bara rétt að heyri þér, þú veist, bara þú ert kóngurinn þetta. Ég skell á þig, sko. Nei, veistu, en meina þú ert hann. Ok, hver á break samt? Ok, let's break it down. Hver á break? Húgi með hann er kóngur, en hann er samt ekki break í blöðana. Svessatron er ekki king of... Nei, það á engi break, ég er ekki að vera löður. En finnst þér að eigi að reysa styttu af þér í miðbænum? Ég er búin að berjast fyrir því mörg á. Á hringtorkinu þarna? Á hringtorkinu og keyrin í bæ? Ég ætla að vona að þátturinn sé búin að vera betur en þetta. Ég meina ángriðs. Ég ætla að fara að kveðja ykkur. Verður að gera eitt fyrir the fans. Nennir að fara hann í húsi þar sem þú varst allsber á gólfinu, parkettinu. Liggjandi. Þú verður líka að gera eitt annað. Þú verður að taka, þegar þú ferð á eftir á leikin og svona, þá hittir þú náttúrulega mikið af króksurum. Nánast örgulega annarkoð maður í bæjarfélaginu mættur hún að leik, nennur að labba svona fyrir framað og taka vídeo og mér langar að sjá bara tárin renna niður auguna þegar þú sjá kóngin, hann sé mættur til að heiðra sig. Nennur að please að taka bara vídeo, nærmyndir af andlitina á venjulega fólkinu þegar það sér kóngin. Ég skal gera eitt greið, ég skal taka vídeo á Instagrami með Döðum Blöndal hvar ég var á dínunni. Já, verður að græja það fyrir mig. Ég skal setja það inn fyrir þeim. Málega er að... En það sami staður sem varstu gólunum með ástabrefið og þú varstu á dínunni. Já, en það var ekki sama herbyggi. Nei, sama húsand, eða ekki? Já, sýndi það fens húsið. En bankaði samt fyrst upp á, vonandi verður einhver heima og þá sjáum við svona Oprah Winfrey viðbröðin þegar einhver svona bankar frægur upp á.
Það hlýtur alltaf að vera vitt. Það eru fólki sem á þetta hús veit alveg að Blue átti heima. Hann er búin að skella á. Auðun Blöndal. Þetta fer ekkert eðlilega mikið í taugarnar á honum. Ég laka til að sjá þegar hann sýnir okkur húsið sem var á dínunni og skrifaði ástafrið. Og var hann allsber? Já, hann lá allsber á gólfinu, fullur. Þetta á einum stað fyrir hótel og gistiheimili. Hágæða og umhverfisvænar vörur frá Þýskalandi, Bretlandi, Ítalíu og Hollandi. Áratuga reynsla. Hótelrekstur, Hátúni 6. Þú byrjar á pallinum og girðingunni með okkur. Bíkó, gerum þetta saman. Hæ, Bjartmar Guðlunds hér. En ég ætla að spila á Peroni tónleikaru Paris-barsins í kvöld. Tónleikarnir hefur klukkan 10, fritt inn á meðan húsrúm lifir. Sjáumst. Hollur matseðil. Gallerí Fiskur netil. Gaktu á gæðum. Parkett og golf. Ármúla 32. Réttirnir frá Gingers gleðja bragðlaugana og línurnar. Ginger, be good to yourself. Þú getur fengið þér venjulegt kaffi, svo getur þú fengið þér gott kaffi. Te og kaffi. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er Steindi Jún, Egill Einars og Rikki G með ykkur á þessum geggjaða föstudag. Mikið rétt. Komið sumar, strákar, það er þetta að segja það og meina það er komið sumar. Það er sumar. Ég heyri ekki að málega, ég finn það, fólk er að vökva sig. Já. Finnur það? Hvernig finnur það? Já, ég finn það bara, í samskiptum minnum aðalega, ég finn það bara svona síðast séns að hella í sig fyrir prófin, fólk er svona aðeins að klára hérna. Já. Það sögur sér blöð mökkar og króknum og það er allir í gýr. En það er hann kóngurinn á króknum, hann byrjaði þarna í hádeginu. Strákar, hann er ekki mökkar á króknum, hann verður í lagi á leiknum, hann kannski vökva sig eftir leik. Já, kemur nú ekki dóvart að það myndi bara lenda basically í fangelsikvöld. En það er komið að skemmtilegum dagskrálið sem heitir Myndir fyrir Cash. Og Steinþór, þú ætlar að sjá hann. Ég fæ að sjá hann, sem er mjög skemmtilegt og mikill heiður. Og ég ætla að vinda með beint í þetta. Tíminn er að fljúga frá okkur, hún er orðin 5:30 klukkan, sem þýðir að þátturinn sé búin að vera í ruglinu með eitthvað tímilíður rætt. Við miðum alltaf út þannig. Rétt. Og ég vona að hlustendur séu sammála. Og ég ætla að byrja hérna, það er fyrsta spurningin í Myndir fyrir Cash. Eru þið klárir? Rikki klár, Egill klár. Yes. Rétt. Myndu þið borga 10.000 kall á mánuði næstu 10 árin ef Ísland myndi vinna HM í Rússlandi? 10 skall á mánuði í hvaða langa tíma? Í 10 ár. Þetta er spurningi. Þannig að, já, hvað, þá er þetta 120 skall á ári. Þetta er 1,2. Já, þetta er sko. Já, ég ætla bara að henda beint í á þetta. Þú myndir, við getum orðað þetta í raun og öðru sig, af því að þetta er svona skemmtilegt að orða þetta svona, en við getum líka sagt bara, þú myndir borga 1,2 fyrir að sjá Aron Einar lifta byggar. Já, það er engareðslu. Þú ert að koma með þægilega svona greiðslu fyrirkomulega á þessu. 10 skall á mánuði hljómar svona mjög þægilegt. Já, þetta er bara svolítið þægilegt. Getum við að taka þetta beint út úr reikningu bara, þetta er ekki pæli í þessu. Nei, sko, það er ágætt að láta bara taka 10 skall á mánuði næstu 10 ár. Já, ég ætla að henda beint í já á þetta. Þetta er létt fyrir þig? Já, ég meina, þú veist, vinna HM, lifta gullstittunni, gullknettinu. Sko, það er ekkert skemmtileg í heiminum, hann var erlendis og horfði íslenska landsliðið. Ekkert. Og að vinna HM, þetta grínast bara, þú getur sett 10 sinum hærri upp að þetta ég meina, og líka það er ekkert eitthvað fráleitt, ég meina, það er Ísland gæti unnið HM, þegar við erum á HM og eitthvað ég meina, ef við erum á HM þá er við þetta mögulega að vinna HM já, ég myndi segja að það verður bara miklu en ef þú myndir setja á mig, ég myndi borga 30 skall á mánuði í 10 ár já, en þú verður heima í sófanum á bumbunum en ég hef steindi verið á leiknum, sko já, ég myndi samt borga, ég bara þarf að vera í vinnu eins og aðri, sko, ég get ekki að vera að leika mér og vera blind fullur og eins og Gilsarinn og Steindi, sko Nei, við verðum ekki beint fullir á þessu leika ég myndi nú að halda að við munum ekkert muna alltaf mikið en þá er það önnur spurning þið myndu báðu gera þetta ég ránaði með ykkur, ég er sammála önnur spurning fyrir 300 milljónir og nú ætlum við að hækka þetta eins vel þetta er fín uppað myndu færa getnaðarlimin á ykkur svona 20 cm ofar þannig að hann væri sem sagt hvað bara hérna hann væri sem sagt bara hann væri raunin bara á naflasvæðinu ég er að mæla þetta núna og það er basically bara svona frábættilega að horfa á þið mæla þetta ekki aldrei með sjá áttu mæla hvað er langt frá það er ógeðslegasta mæling sem ég sé en málega er að það væri hangandi hérna einhver sprelli hérna í kringum naflasvæði sko á sexpackinu
Já. Það væri frekar spes eða ekki. Þú getur ekki reyðið oft úr. Já, menn þetta mjög öll fyrir mig. Ég vildi ekki láta sjá mig bera nú ofan, þannig að ég tek þess að 300 milljónir. Hörru, ég var með þér á Tenerife daginn og spyr ofan alltaf. Já, þá. Já, það með titlikum umbun, það byrja ofan það. Það ekkert sérstaklega gaman, sko. Þá hefði ég bara verið í Hlíðarból. En nei, þetta er slagt. Þetta er rétt, ef þú ert í ból, þú getur aldrei verið í einhvern svona frekar, ef þú ert í góðu formi, þú ert í frekar þröngum ból, þá sést þetta. Sjálfsögðu, og ég sérstaklega líka bara að þú fær, kannski, stampinu, sko. Það er tómtur. Það er tómtur, þú þyrst eiginlega að vera í þröngum topp, eiginlega bara. Ég held að sé ekki til upphæð sem getur bombað á þetta til að segja já. Þetta eru 300 milljónir sem það. Ég er sammála agli, ég fór að hugsa þetta svona, þetta er ekki hægt, þetta myndi eyðileggja allt fyrir manni. Þetta er hræðilegt. Þannig að ætli báðir að henda nei á þetta? Já. Þetta er mikill peningur en því miður. Ég get ekki verið með getnaðalim á bumbunni. Það er ekki einn hlustandi sem myndi segja já. Hlustandi góðir, ef þið myndu, eða þið strákar sem eru að hlusta, ef þið myndu vilja færa getnaðliminn á okkur svona 20 cm ofa fyrir 300 milljónir, ég væri til að heyra því. En þið með endilega henda því á Twitterin. Ég er nokkuð vissum að það séu mennandúti sem myndi alveg 100% gera. 100%. Það var þriðja og svo síðasta myndu þið tveir fara í sleik í 5 mínútur fyrir sikkurar 15 milljónirnar. Og nú er ég að tala alvöru djamsleik, suppulegan jafnvel, Eftir að segja ég sé forveikur eiginlega. Þetta er bara mjög interesting spurning. Málið er 30 sekundars leikur er langust leikur. Já, það er mjög langt. Hann er mjög langur. Þetta er 5 mínútur. Eftir 10-12 sekundur þá áttu komið svona alveg í svona eins lágar slella og getur verið í. Já. 5 mínútars leikur. Þú ert að fá 3 milljónir á mínútu. Það er 1,5 lag. Þú ert að fá 3 milljónir á mínútu. Búm, búm, búm. Málega er fyrstu viðbröð eru allt ekkit, já. Því að ég meina það deyr enginn, ég þarf ekki að taka útlim af mér, þetta er 5 mínútur af helvíti, en sem villi fara 15. Maður spyrja, 5 mínútur af helvíti, er ég óhugulegur eða? Nei, ég vart satt út í vel við meðalagi hugulegur, Richard. Já, og það er solid 6-a. En svo ég er samt Og þú 8,2? Já, á góðum degi, sko. Þú séð framan í það? Á góðum degi. Það var solid 6-a. Solid 6-a. Á góðum degi. Ég er 8-2. Þetta er ekki að mesta kameri sem ég heilt. Hann er 8-2, sko. Á mjög góðum degi. Guð minn góður, sko. Herru, ég ætla að taka þetta. Egil er mjög hugulegu maður. Þetta eru 15 kúlur? Þetta eru 15 milljónir fyrir 5 mínútur. 5 mínútur, tek þetta. Já, sko, þetta var rugglaður fyrir þetta tímakaup, sko. Meiri sem eru satt 500 skall, maður er samt íhugað. Þetta er bara 5 mínútur. Þetta er 5 mínútur helviti lengi að líða í eitt með eitthvað svona. Já, eru 500 káðunar reyningi fyrir eitt sagan slellaði vöðingin. Ekki segja þetta svona, þetta er svo suppulegt. Ekki segja slelli. Steindi kendi með slellanamni, sko. Þetta er hræðilegt nafn. Þetta er ekki saklu slelli, sko. Hann er svakalegur. Það er ekkert meira úr þessu, við förum ekkert svona upp í rúmfélagin. Þetta er bara slell og búið. Ég veit ekkert hvað kvikna við þetta hjá okkur. Þetta er bara franskur koss í 5 mínútur. Þetta er Karolina Font. Ég ætla alltaf að taka 15 milljónir. Ættu til að millifara inn á mig? Ég ætla að safna þeim fyrir þig. Þetta eru hræðilegar 5 mínútur. En ég veit ekki, þetta er góður í slellar ekki? Góður í slella? Er ég góður í slella? 1-10, hver eru líkurnar að ég fara að deila því með þér? Ég er bara að spurja þig. Ég sagði þér eina sögu af mér, þá komið út um allt Ísland á 5 mínútum. Ég er geggjaður í slella, sko. Þú veist alveg hvað saga það var? Skólsagan. Já. Ég var eftir að heyra hana bæðu við. Það er ekki mér að kenna, hún fór á flug, sko. FM 95 blöð hér á FM 957. Klukkan er rétt 17:35. Við höfum rétt 25 minútur eftir strákanir og við þurfum að hafa hraðar hendur. Steindi. Þetta er menningaþáttur. Ég myndi segja það verður allir miklu gáðari á því að hlusta á okkur. Já, en Steindi, nú ætla ég að henda þér í lið sem ég hef alltaf haldið mikið upp á. Já. Það er liðurinn Nágrann. Nágranninn, fyrir þá sem ekki vita, þá læt ég Steinda hringja. Hann á að búa í einhvers konar húsi og í húsi nummer 8 eða 10, ef Steindi býr í nummer 6, þá hringir hann í nummer 10 og spyr hvort það sé ekki allt gott að frétta og hann eða hugsanlega verið með eitthvað smá partí og segir síðan að konan sé mjög hugguleg. Ég er aðalega að hringja til að athuga með konuna. Já, en nú ætla ég aðeins að brydda, ætla að koma með smá nýjung. Já. Það er kona sem ég þykir afar vænt um.
sem ég hef svona strítt í gegnum tíðin og ég láti Egil stríðin einu sinni. Egil gerir mjög óþægilega könnun í hana. Skemmtilegu karakter. Já, hún er mjög skemmtileg. Já, hún er mjög skemmtileg og hún fattar aldrei neitt. Það að góða við hana. Hún býst aldrei við það sem vera stríðinni. Nei. Hún heitir Klara og góðvinur þáttarins. Já, góðvinur þáttarins og ég hef aldrei hringt í hana. Nei, þú er ekki hringt í hana ennþá. Þú ætlar að hringja hana bara beint. Já. Þú ætlar að segja að þú búir í stegagangnum við hliðina á henni. Þú ætlar að reyna að fá date við hana. Steinþór. Já, ég ætla bara að fara beint í deiti við hana. Já. Þú ert ekkert að segja og sért hérna með konu eða neitt annað. Þú ætla bara að spyrja hvernig hérna landi liggi og bjóða henni í lönns eða kvöldmat eða eitthvað svona og sjá hvernig hún tekur í það. Því ég veit að hún er á lausu sjálf. Já. Og hún er hress, hún er ekki að fara að móðgast. Nei. Ekki, við segjum henni náttúrulega eftir á hverju við erum, en hún á ekki eftir að fatta neitt. Ertu tilbúin? Ég er klár. Þú voru að tala svona líka aðeins svona. Já, sagði svona. Já, einmitt. Tilbúin? Já. Halló. Já, góðan dag. Það er Klara? Já, hún. Hæ, þetta er Gunnar hérna megin. Gunnar. Hérna sem býpar hérna við hliðina á þér. Já. Já, hæ, hvað segir þú þá? Það er gott. Er það ekki? Jú. En heyrðu, já, hvernig er annars svona staðan á þér núna? Staðan á mér, hún er bara góð. Já. Eru þið bara alltaf, þú og strákarnir eða? Já, ég býð bara með strákunum mínum. Já. Það er engin í spilinu, nei? Nei, til hvers? Já, ég segi það nú bara. Þarf maður þessu eitthvað? Nei. En þú er hugguleg kona. Já, er það? Hefur þú verið að fylgjast með það? Nei, ég segi það nú ekki. Ég bara, náttúrulega, veit bara hver þú er, sko. Já, veistu hver ég er, já. Já, við erum heist á þér, svona. Já, það? Já. Já, í blokkinni þá, eða? Hvað, ég er bara hérna út á planum, hann svona sé til. Já, bara þú hefur kannski eitthvað að koma á búðinu og svona. Já, þú meinar. Já, hugguleg kona. Já, fylgjast með mann í blokkinni? Nei, ég segi það nú má ekki koma þannig út, sko. Nei, ok, nei. Það má að fara að flytja, eða? Nei, já, alltaf alls ekki að áhyggjur af því. Nei, ég hef nú bara að segja að það væri bara hugguleg kona, sko. Já, þakka fyrir það. Já, ég ætla nú ekki að koma þér úr einhverju, hérna, ójafnvægi, sko. Já, en hvað, það mætti ekki bjóða þér kannski það bara í lönns eða eitthvað? Í lönns? Já. Ég er ekki allt í lagi. Nú? Hvað, áttu ekki kettlingu eða? Nei, ég er ekki með kettlingu. Það er þetta. Hvað, gengur ekki út eða? Jú, ég er svona, já, hvað, þú ekki með kall? Ég geng ekki út. Já, það var allavega þetta, skoða eitt lönns, bara heiðarlegan. Já, þú meinar. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Nei. Og er það eitthvað séns? Nei, ég held ekki. Ekki? Nei. Ég er ekki til í það. Nei. En þú, veistu hvernig ég lít út? Nei, ég veit það ekki. Nei. Ég bara veit ekki hver hérna er á 65. Nei. Ekki óla lítið af fólki þar, en ég hef séð fólki lappa út á innan, en ég er nú ekkert mikið að pæli nágrunum mínu, sko. Nei, ég er allavega svona, skotin í þér. Í alvöru? Já. Já, hérna, þetta úr mér alla döða líf. Það var nú gaman að skoða eitthvað. Já, er það? Já, ef þú ert. Já, nei, ég er bara ekki til í það. Þú ert ekki til í það? Nei. Já. Ekki til í það. Já, en ekkert svona, ertu eitthvað, þú ert ekkert í svona... Ertu fullur eða? Ég fekk mér reyndar, já, við vorum hérna aðeins, tengdum aðeins. Já, svo hles. Já, en ekkert fullur neitt, kannski á þar að dæma, ég er búið með 2-3 á. Já, það er alveg nóg. Já. Það er alveg nóg. Já, en það væri nóg... Þú vilt ekki hafa á því vilt þannig, Klara? Hvað? Hafa á fulla? Hafa á fulla? Nei, mér finnst það bara ekki gott. Nei, þetta er ekki hérna. Helvítis fáiði. Ég veit eftir klíkar, veistu það? Þetta er Steindi Junior sem voru að tala við. Úrfisins anskotast, nú lemni ykkur allar. Klara, þetta væri maður núnt á 65. Þú ert ekki til í að fara að henda þér á date, svona, blind stefnumóti? Er ég? Já.
Nei, ég bara nenni ekki. Við heyrum það. Ég ánægði með þið, það er algjör vitleysa. Þetta vel gert. Klara, takk kærlega fyrir þetta og... Ég fer nú að taka ykkur að teppi, sko. Fólksliftur, vöruliftur og hjólastólaliftur fyrir allar aðstæður. Sjálfvirkar hurðapumpur á frábæru verði. Framúrskarandi fyrirtæki 2017. Rými.is. Það opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni og Hagkaup Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Eiðistorgi, Spönginni og Akureyri. Hagkaup. Meira opið. Alla daga. Fyndi barbecue special. Algjört party fyrir bragðlaukana. Eldsmiðjan. Þú byrjar á pallinum og girðingunni með okkur. Bíkó. Gerum þetta saman. Hæ, Bjartmar Guðlunds hér. Ég ætla að spila á Peroni tónleikaður á Hverfisbarsins í kvöld. Tónleikarnir hefðast klukkan 10, fritt inn á meðan húsrúm leyfir. Sjáumst. Þú farið mesta úrval landsins af gasgrillum hjá okkur. Bíkó. Grillum saman. Varstu nokkuð að fá stöðumælasekt? Leggja. Aldrei aftur sekt. Ertu klár í prófin? Saga Memo hjálpar þér. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica. Flott hönnun og fjölbreytt notagildi dvergana. Við framleiðum lausnir. Íslandshús.is. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fikus. Ég þekkir númerið, hringdi mig, Friðrik Dórs á FM 957. FM 95 Blö. Svona fara að síða á setni hlutan í okkur en við erum ekki alveg búnir strákandir. Rikki G, Steindi Djún og Egill Einarsson. Það er eins og að koma að dagskrárleið sem ég er búin að kvíða hvað mest fyrir í dag. Þetta er eðlilega spurningar í dag. Nú, hvað heita eðlilegar spurningar þegar það kemur að þér? Þetta er oft verið grillað. Þetta er núna bara nokkuð basic. Ok, frábært. Í álfurinni. Og er þetta 2 spurningar? Já. Spurt og svarað? Já, en sko, eini trailerinn sem er stuttur er spurt og svarað trailerinn. 30 sekundur. 30 sekundur ekki. Love of God. Held samt eins og mér sýn. Nei, hann spilaði um daginn. Já, ég var nú samt eitthvað að taka til í vikunni. Ekki ljúa sem hann að henda honum. Ég var eitthvað, nei, heitir hann helvís. Do you have a question? Do you have a question? Ég með spurningu, inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, menn er döfun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svar. Ég ætla að gefa þér eitt Egill að þetta er sennilega langbesti trailerin sem þú hefur gert því að hann er bara 39 sekundur og þetta er eðlileg lengd á trailer. Já, og í öðru lagi þá er ég hættur að reykja og Öddi er honum fertur, ekki 30. Þannig að það þarf að fara að endurnýja hann að trailer. Mjög góð punktur. En ef hann endurnýjar hann þá verður hann 2 mínútur. Mér veist hann á stuttur. Frábært. Persónulega. En þú ert búin að fá að senda þetta 2 spurningar. Já, 2 spurningar og þær eru stuttar. Það er líka klukkan líka að vera 6. Já, bara tími flýgur. En frá hverjum er fyrsta spurning? Frá Totta. Fyrir ekki það? Frá Totta, hann kallar sér Totti? Totti? Já. Segð þetta einu svona enn. Kallar hann sér Totti? Hann skrifar Kærkveðja Totti, T-O-T-T-I, Totti. Það er mjög Já, það sést það, ég veit ekki náða, en það er ekki meira að kenna það. Gæðin heitir Totti, sko. Hann heitir það sennilega ekki, hann er væntanlega kallað. Já, ekki heitir hérna... Hann var ekki skýrður Totti. Þorlagur eða eitthvað, Totti. Já, það er engi Þorlagur bara í heiminu sem við En þetta er bara málið, þetta er ekki sniðu á spurningar, þetta var basic. Bara 2 menn í vesinni, svo er aðstóð. Sæli drengir, segir Totti. Þetta bréf þarf að enda í lófanum á eina manninu minn í stúdíónu sem með 40 cm handleggi. Heldur þú á bréfinu vöðvingi? Gott. Jésús. Hann byrjar þetta svona. Þetta er hikaleg byrjun, já. Leifum hún að klára þetta bara. Totti, já, ok. Hann segir, ég á við smá sumar vandamál að stríða. Leið og sumardagurinn fyrsti kemur á dagatalið, þá hrin ég út úr ræktinni eins og aumingin sem ég er. Ég er bara í gólfi og óhollur mat alla daga. Akkurat. Ekki, sko, þú bara ákveða að þetta sé til þín, Richard.
Þú er ákveð núna. Þú sé steinda mikið í golfi og í rektinu það. Þetta hljómar eins og þetta sé beintir ykkur. Með málið hann heldur þetta sitt í sín. Hann ekki hugmyndu það. Það skemmtilega við þetta. Lennur að klára. Þetta því að málið, það kemur twist. Þetta kannski ekki til þín. Maður segir, ég ætla alltaf að taka rektina með gólfinu, en ég agalaus. Ég kem mér ekki rektina á sömurinn, því miður, eins og kleinurhringjarruslið. Það var twist á þessu. Það vantaði allt twist. Vá, þvílíkt, þetta var geggja twist maður. Þetta þetta til þín, ekki? Það setti þín. Ég var ekki, sko, ég held að kæði mig gott twist. Já, ok. Og það er ekki búin að lesa þetta yfir eða? Ég grunnaði það líka, sko, að kemur twist. Þetta til þín. Já, spurningin er. Og hann segir, núna hefur Richard alltaf blásið út þessu dekk. Hvað kallaði Totti Rikka? Kleinurhringjarrusl. Já, þú veist. Sko, ég les upp úr e-mail. Ef þó að Totti hvert er meilið hjá Totta? Kallir Rikka kleinurhringjarruslið. Ég myndi aldrei kalla Rikka. En hvert er meilið hjá Totta? Það er alltaf hellur persónulega. Hvert er meilið hjá Totta? Totti að Tottmail. Notar hann hotmail. Ok. Sko, en málið hann segir, Rikki alltaf blás út þessu dekki við sömarið, enn á móti kemur smá frós hérna frá Totta. Hann segir, það verið geggjað að fylgjast með Rikka í undanfæri í gauðurilla átakinu sínu. Og, sko, og mín spurning er því eðlilega til Rikka. Núna áttur þitt besta æfingaár. Hvernig ætlið þú núna að hætta að blása út eins og aumingi sem þú ert yfir þetta sumar? Kveðja Totti. Sem er bara basic. Verst að vera bara ég sé einhvern gæja sem er kallað Totti og mér langar að berja hann eins og fáiðin sem hann er. Mér aldrei langar að lemja manni jafn mikið eins og Totta. En málega það sem margir úti sem er í snákala saman með sinni, menn sem gólfa og er í vesinni. Totti, þetta er bara ekki flókið. Þú verður bara að þú er komin í gólfskála, það er bara að láta hambúrgarinn í friði og ekki vera mikið í bjórnum. Af hverju heitir hann Totti? Það tengist ekki neinu. Já, ég hef spurja hann, ég get meilað á hann. En nú er ég búin að láta Totta vita hvernig á að gera þetta. Getur fyrir í næstu spurningu. Já, ég með sýnist hún í fljótu bræði vera önnur á þig, Richard, sýnist mér. Frábært. En sko, það kemur hérna. Hver er það? Hver sendir það? Hann heitir Friðbjörn. Hvað sér, heitir hann? Friðbjörn? Það er bara eðlilegt nafn. Já, það er bara mjög eðlilegt. Já, það er algengt nafn. Og sæll kæri Böðvingi, segir hann. Ég er 45 ára gamall lagamaður frá Fáskursfirði og leiðin í mínu fyrstu Vegasferð. Við félagarnir saman. Allir á besta aldri að skríði 50. Býttu fast, já, Býttu, ég held að þess að það verið að Rikka. Var eitthvað tvist? Hvað eru gamlir, segðu? Er að skríði 50. Heyrðu, ég vona að þetta sé ekki mig. Ég er 32 ára gammal. Ég er ekki að skrifa 50. Ég heng bara með svo gamla málum. Nú að halda um að lesa, please. Já, það segir sér okkur langar að vera mennirni þarna. Langar okkur að vera mennirni. Friðbjörn, 50 á leiðinu til Vegas. Við verðum að klára þetta. Fókus. Gætur þú spurt Vegas steinda? Það var njú neiknaði með það. Við verðum að fókusa í gegnum þetta. Spurðu. Getur þú spurt hann, hvernig get ég verið jafn mikill baller í Vegas og hann var? Hverja Friðbjörn? Því líki. Það er það sem verður. Ég veit fyrst ykkur þetta fyndið maður. Ég hef aldrei á æfuminni sem menn hlæja svona mikið yfir engu. Ég kom að tóri. Herri, ég verð að svara. Ég meina hvað, 50 Friðbjörn. Ég ætla bara að segja Friðbjörn bara, veistu hvað? Let's do it, kýld á það. Hentu þið til Vegas. Og hvaða tips settu með fyrir hérna meistara? Já, bara henda sér til Vegas, láta verða af þessu. Hún er langar að vera maðurinn af það. Ég get ekki, því miður, ég get ekki hjálpa honum með það, því að þegar ég fór þá vorum við því miður ekki mennir þetta. Við vorum langt frá því. En hendur og taktu Totta með þér. Ég þarf að jafna mig.
held ég, FM 95 blöð hér á FM 957, klukkan að verða 6 og það svona nokkurn veginn komið að lokum hjá okkur drengjum í dag og já, lagið sem ég að spila hér plötusnúður sem að kallaði sig á þeim tíma Tim Berg, hann heitir Tim Bergling, fullu nafni og best þekktur undir nafninu Avicii, en hann heitir það ekki lengur, hann hét það því að bárust það hörmulegu fréttir rétt áðan að Avicii látin, aðeins 28 ára gamall aldri. Ríkalega fréttir Leiðilt að enda þáttinn með slæmum fréttum. Já, en við þurftum að koma að þessu sjálfsögða, þannig það bara. En það verður rætt þetta auðvitað seinna mér, en strákar, yfir í svona gleðilegri hluti, hvernig helgin hjá okkur? Helgin hún bara mjög, ég er að skemmta annað kvöld, ég í frí í kvöld sem mjög gott. Þannig að ég hugsa ég verið heima, takk í ræmu, svæfi familíuna og laumi mér í Fortnite. Hvernig ok, við erum bara að sjá mikið á Twitter með Fortnite. Já. Útskýrðu fyrir mig, hvað þetta aðna? Ég meina, það eru allir að spila Fortnite. Það er ekki til manneski á landinu eða á jörðinni sem ekki að spila Fortnite. Ok, en hvað er þetta? Hvað er þetta? Útskýrðu, bara gef mér svona crash course. Já, fyrir það sem er ekki að spila og fyrir... En það er leikur sem þú ert að kaupa og... Nei, það er leikur sem er frýr. Frýr? Já, hann er bara frýr. Hvað tölvu spilar hann í? Hann er frýr í PC, Xbox, PlayStation, og hann er líka í mobile og getur spilað í símanum. En hann er frýr í öllum miðlum en þú getur keyptir alls konar drakt. Þú getur keyptir búninga, þú getur ekki keypt til að gera kallinn betri, þú getur bara keyptir til að skreita hann. Þannig að þú þarft ekki að kaupa neitt. Og svo er þetta í rauninni til að svona mjög til að taka hann bara á svona 30 sekundum, þá er þetta í rauninni bara þannig, það eru 100 mann sem farin í einu. Drepa menn eða? Já, það eru 100 mann sem farin í einu, þeim er hent á eyðieyju eins og í bara Hunger Games og svo er þetta bara sá sem er síðastur vinnur. Cool, eitthvað meira? Nei, voða lítið, ég mæli með honum. En já, ég verði að koma líka inn á það því að vinur okkar, góð vinur þátturins, Villi Naglbítur, Willman, helvítis naglbítatir eru með tónleika í kvöld og það er eiginlega ekkert skemmtilegur en að fara á naglbítatónleika og þeir eru að spila á Hard Rock í kvöld og það er að kaupa sinni við hurð og þeir byrja kl. 22 og Veisla. Ég var búin að lofa hann að koma inn á það og ekki að þess þyrfti, ég veit að vera pakkað þarna, það er æðislegt að vera með tónleikum.